Hér sit ég að njóta með Sunnefu. Já, og ég að njóta með Birtulíf. Já! Ef þeir eru ekki horfaður að missa, verðum ekki eðla fallega flöskur. Já, Coca-Cola, njóttu með. Njóttu með, þannig ég, þú veist, eins náttúrulegt ég veit þið langar að hafa þitt nafn. Mér langar að hafa mitt, af því að þetta er eina á landinu, sko. Já. Og minn líka, því ég held þess ekki til að Birtalíf Ekki líf, flaska. Ekki. Nei. En þú veist, konceptið er svona, ég á kaupt að því að njóta með þér. Já. Er það ekki pælgin? Jú, ég hefði svona aldrei fattað það. Ég hefði verið bara, já, that's me. Já, njóta með sjálfur mér, en það er alveg má. Hvað er að gera þetta opna? Brjálast ekki fokkin opna hana, sko. Það er ekki búið, þetta er sko souvenir. Já, þetta er gorgeous. Þetta er gorgeous. Þetta er subgripur bara. Já, við munum eiga þetta þótti kókir og svona glæst einhvern veginn á litin. Já, við munum gera það. Við munum fá nafni hennar á svona flösku. Já, það var ekki að veit. Tjekka hvort það sé til út í búið. Já, Hver veit? Já. hver veit? Hver veit? Kannski að nánsa nafninum bara þannig til mín, skilur Já, bara. réttið með flöskuna. Það er alveg skemmilegt. Já, það er geðveikt. En ég tala alveg, mér langar alveg að hafa í skýrninni. Já, Minnst alveg cool. getur semt svona flöskuna með frá heim til að það áður, skilur sem Já. ég veit áður sem ég. Þú veist það ekki spoiler? Það verður að spoila eitthvað. Já, ég er alveg búin að gefa þér einhvern. Það, Já, smá bara. eitthvað smá. En annars, hvað er gott svona mín? Ég segi bara allt frábært. Alltaf gott að vera að njóta þetta með þér. Já. Tókstu vítaminin í morgun? Herri, já. Nú gerðu það. Tók vítaminin mín í morgun. Ég reyna að vera tilleg. Já, ég gerði það líka. Það ekki? Jú. Ertu ennþá með þau á samastað? Já, það er hliðin á kaffivölinu minni. Já, sem. Minna þessum ég nægi bolla. Já. Ég er búin að vera að gleyma að taka þau. Teka oft á kvöldin. Ég er búin að gleyma þetta aldrei, þannig ég er að byrja að taka núna á mótna því þetta er við hliðin á kaffivölinu. Já. Þannig að það er sniðut. En bara tips til þess að muna að taka venja vítamín sín er að taka pókarna og setja út allt í veskið og bílinn og vera með á sér í allstaðar. Mér finnst líka bara svona að þú veist, ef það er eitthvað sem maður gleymir aldrei að gera þá er það bursta tennurnar. Þú gleymir aldrei að bursta tennurnar. En það er ekki að skrýta að hafa það. Já, en af hverju gerir maður það samt ekki? Það er ógeðslega sniðugt. Já, maður ætti bara að gera það því þú veist, þú myndir aldrei labba út úr húsi ekki með burstaða tennur. Nei, eða fara að sofa. Já, eða fara að sofa, einmitt. Þannig að já, það er mjög sniðugt. Þannig ég var svona að þú veist, að því að ég er að reyna að taka ekki vítamínu með koffininu. Já, ég líka, en ég geymdi það, skilur, en það er þess vegna svona ruglandi að hafa til hliðin kaffivölinni. Já, það er svona smá í svona smáfannu svona ávísið til hliðin tannburstunum. En eitt með venjavítamínum, sem ég fattaði bara daginn, ég er ekki að taka essential, en það er svona mjög algengu pakki að fólk sé að taka essential. En það stendur aftan á, og ég er svona dætt inn í að lesa þetta, þú veist, hvað maður er að taka og svona af hverjum pakka. Þú veist, bara eitthvað bara eins og bara eitthvað svona tekta með vitamin B6, vitamin B12 play a role in the reduction of tiredness and fatigue. Þú veist, þannig að vera svona að segja af hverju þú ert með, þú veist, eins og í þessum pakka er greinilega, þú veist, einmitt þetta og vitamin C og vitamin B6 supports the regulation of hormonal activity. Það er gaman að lesa og fá að vita af hverju. Já, hvað vítamín spilar á hvað og svona. Á hvað, já. Mér finnst alveg gaman, sko. Þú veist, og það er náttúrulega misjafnt á milli pakka, en þú veist, en ef þú átt venjupakka getur kíkt svona aftan á alveg svona næs að vita bara, já, þetta sink er að hjálpa mig með hair and nails, nice, þú veist, eitthvað. Bara gaman. Já. Morgunlesturinn, svona, með þetta inn á baði líka á tannburstunum, getur alltaf að lesa þetta með orðið að læsta þetta af okkur sagði ekki að lesnið, sko. En já, ég er stolt að vera duglega að muna að, taka vítaminin. Já, þetta er orðið venja. Herru, þetta er orðið venja, það er rétt sér. Ok, eitt sem ég verð að segja, við sér að fundum út, by the way, dömubindiskonuna frá Met Gala. Oh my god. Já, það var bara einhver, indverskur billjónamæringur. Já. Dóttir billjónamæringur. Já, dóttir billjónamæringur, hún er svona the heiress, eitthvað, það stóð eitthvað, fundum eitthvað grein. Ég þurfti basically að horfa á streyma aftur til þess að finna þetta. Já, við leitum allt og mjög ekki kíkja á search history en finna dömubindiskonuna, sko. Nei, það var alveg erfitt. Já, það var enginn að tala þetta. Nei, enginn, það sá þetta enginn. Nei, þetta var líka mjög snemma. Já, og þetta var svona ekki eins snemma og ég held, sko. Ég þurfti alveg að fara fyrir langt inn í þetta. Já, en ég var bara, þegar vorum að, þú veist, farið við þetta, ég var þetta glitz in the Matrix, bara sáu við eitthvað sem sáum ekki, og það veistu hvað gerðist fyrir mig. Ok, það búið að vera bara svona, þú veist, eitthvað svona klassa á bílnum mínum, bara svona lúkka bara svona drulla, eitthvað svona bara svona lítið. Og var ég ekki bílkjallarum, bara eitthvað svona horfa á bílnum minn, er þetta kónguló? Bara svona á hurðinni, bara svona miðri hurð, bara kónguló.
Ég eitthvað, what? Þú veist, þá var ég bara nýjum bara að leggja bílnum að því að þetta er þeim megin sem að litla og þegar bílstólinn út og ég var alveg svona, ég var búin að keyra hvað hún ekki dottin af og eitthvað. Hér á mánudeginum, þá legg ég fyrir utan Suðurlandsbraut eitthvað og það er svona gett mikið pláss við hliðina og þannig ég er svona, ok, ég ætla bara að sparka henni niður, þú veist, þannig ég sett fótum minn upp, ég sparkaði ekki bílinn minn, góðlega, ég lofa, góðlega hlusta bara. Já, hvað fokkar þú sagði? Ég ítti svona af með fótum mínum að því ég þorði ekki, þú veist, að nota eitthvað annað. Já. Og ég horfði á þetta flikki bara detta niður, ég eitthvað, ok, hún er bara dauð, skilur, og hún að flækja sig í vefnum sínum með eitthvað, sem sá ekki vef, sko. Ég er ekki að grínast þér, þriðjudagsmorgninum, bara næsta dag, var aftur sama, ég horfði á hana detta af. Hún var komin aftur, já. Hún var komin var þetta alveg í kónguló? Já. Þá ég var að býða eftir að þetta væri eitthvað allt annað. Nei, þetta var kónguló. Og hvernig kom hún af, ég sver, ég horfði á hana detta, nákvæmlega hvar, ég getur keyrt upp á Suðurlandsbraut og fundið hana. Sama kóngulóin var komin aftur. Alltaf hann hafi, þú veist, verið í festi vefnum ennþá sem var bara ósynlegur eða eitthvað og bara keyrt með mér allan daginn bara í rigningu og gaman. Nei, hún er bara þegar þú fórst upp á Suðurlandsbraut bara farið aftur upp inn í hurðina einhvern veginn. Ógeðslegt. Er kóngulóin að komnas? Já. Í bílið þinn? Á bílið minn, sko á bílið minn að utan. Hvernig helst hún í gegnum rigningu og allt? Hún er með eitthvað hreiðurinn í handfanginu eða eitthvað. Það er sem ekki gat í gegnum stálið. Það er bara að koma sér í gegnum píkulillar rifur svona. Hún má samt alveg svona ágætlega stór stærð, sko. Já, en það er næri bara vera geðskinni. Já, þetta er svo fýtt bíll frá Gólegu, það er ekkert gat. Hún er alltaf ekki inni. Hún er ekki inni honum, sko. Nei. Þannig, þú veist, það eru rosalega svo kónglega, sko. Þetta er bara kosturinn við að vera með bíl í leigu, ég get bara skila honum. Skila honum fór bara nýjan, bara þessi kónguló en festið. Nei, eða bara byggðum að eitra eitthvað, ég veit ekki maður. Góður, ég myndi samt aldrei vilja losa mig við hana bíl, sko. Nei, ég elskar hana bíl, sko. Elskar hana bíl. Þannig að þess vegna er þetta alveg frekar erfitt, sko. Já. En ég ætla bara að tala við Gólegu til að láta eitra hann fyrir mig bara. Já, þau finna út úr sig fyrir þig. Oh my goodness. En við erum að fara til juicy topic í dag. Já, við ætlum að fara juicy. Við söfnuðum saman framhjáhaldssögu, hvernig þú komst að framhjáhaldi. Já, það er alveg nefnilega, ok, það er, þú veist, alveg svo því ég heyri það fólk segir þessi ólétt, það er alltaf, oh my god, hvernig komst það í? Með framhjáhald, minnst líka alltaf jafn áhugavert. Já, það er eiginlega áhugaverðara, finnst mér. Já, þú veist, það er svo áhugaverðasti partur framhjáhaldi, hvernig fólk komst að því, sko. Við höfum alveg tekið live show tilengað í rauninni eða þú veist part af live show tilengað þessu sko. Þannig að það er alveg, þú veist þetta er ógeðslega áhugavert að því að fólk can get creative eða bara eitthvað svona þú veist, fullt af einhverjum púsluspilum byrja að passa, sem að bara passa ekki saman þú veist, stundum er þetta bara jafn simpul sem bara, oh my god, þú fannst nærbuxur heimaður sem voru ekki þínar. Og ég pælti það er svo nasty líka. Það er fucking nasty. Það er óhreina líka. Ég líklegast. Já. Nema að gæla hana bara svona, setja hreina nærbuxur, bara láta hann að koma að staði eða eitthvað. Já, kannski. Og svo getur þetta verið líka einmitt bara svona samansafn og alls konar púsluspilum sem bara svona æfatru. Fullt af litlum things sem svona... Já, bara tók langa tíma og eitthvað. Já. En þú veist, það tæknilega sér skilur, þú veist, það í dag með allir tækninni, þú veist, þetta ætti að vera erfiðara að halda fram hjá. Er þetta ekki sammála? Jú, það er svo mikið digital print. Já. Þú veist, erfitt að vera að spjalla eitthvað saman, eitthvað screenshot, eitthvað svona. Þannig að þetta áalveg að vera, þú veist, fólk þarf að get creative, held ég, ef þú ætlar að ná þessu. Einmitt. Allavega eitthvað svona long distance, eða þú veist, online cheating, skilur. Já. Það er líka bara svona eins og location og þannig líka erfitt, kannski sem bara gott. Pældi hvað var auðvitað að halda framhjá í gamla daga. Jú, það er sem ég segja. Þú veist, það er bara, og labbaði bara yfir og svo bara, næ, ég var bara með kynntúnum. Já, það veit. Þú veist. Hvernig veist þú það? Engin SMS? Nei. Engin, þú veist, phone my. Nei, og ekkert eins og svona call log, skilur í heimasímanum. Bara ein lína. Og fólk er að finna það þannig að þú veist, fólk gamla dag, þá gæti það hringt og þú komst inn á línuna hjá öðrum. Þannig komast þau glaði. 100%. Nonni er að halda fram mjög með Guggu á næsta bæ. Nonni er alltaf að ringi Guggu. Já. Ég er alltaf að vera á samtalinu þeirra.
Crazy. Hver er það svona versta leiðin til að komast að því? Ég veit þekki eina sem komst að framhjáldi á svolítið svaklegan hátt. Hún fekk kynsjúkdóm, þú veist, sko svona, hvað heitir þetta? Ekki, svona, þetta heitir ekki vörtur, en eitthvað svona þannig. Kynfæravörtur? Já, kynfæravörtur, já. Já, þú veist, ekki, þú veist, ekki klamydíu, skilur, heldur bara svona vörtur á sig. Sí. Og þau búin að vera saman bara í mörg ár, skilur. Bara svona, þetta byrtist ekki upp úr engu, sko. Þarna byrjar að geta mikið gaslighting líka, bara, nei, þú varst að halda fram, já. Já, einmitt. Ég ekki með vörtur. Já. Viðbjóðslegt. Mér finnst það svona nasty, sko. Það er annarkvæmt það að bara labba inn á það, sko. Já, þú veist, það er hræðilegt líka, en ég sko, þannig ertu búin að infekta, þú veist, hinn líkamann, skilur, bara svona, ég kom ekki nálega þessu, ég er að fá sjúkdóminn frá okkur aðra gellu. Já. Það er viðbjóðslegt. Og kannski mörgum, skilur. Já, kannski mörgum. En það samband endaði mjög fljótlega, sko. Skiljanlega. Shit. Og vissi ekki sko að þegar hún fór hún var bara, ég veist farin hérna skilur bara úr þessu sambandi, þá var hún ólétt. Nei, hættu nú. Hræðilegt. Guð minn góður, það er hræðilegt. Þannig að þú veist, hann basically var þá líka að halda fram hjá óléttu konu sinni án þess að vita að þú veist, hún vissi ekki að maður er hann ólétt. Smita barnið sitt að einhverjum vörtum. Já, pældi ég þessu. Það er crazy. Já. En veist, þetta er svona mest svona þetta er svona nasty svona, en já, svo náttúrulega, þú veist, svo grafíst að labba inn á eitthvað. Það er svo svona... Og líka bara, þú segir bara out of the blue, bara grunar ekki neitt og þú sérð bara, þú veist, svona intimate, bara, ég veit ekki hvað það gera, sko. Nei, þú veist, en líka bara, ég skil ekki alveg hvernig það gerist. Ekki heldur. Hvernig ertu með eitthvað heima hjá þér? Já, það er bara eitthvað svona sjúkt lið sem er bara að reyna að láta labbinu sig. Já, er það ekki? Það er eitthvað svona part af adrenalínu. Ég vona I get caught, svona, og reyna eitthvað svona, eða bara makinn kom fyrir heim úr vinnu eða fríi eða eitthvað, alltaf að surpræsa, eða býr úti að surpræsa eitthvað að koma. Það er alls konar sögur, sko. Ég verður bara svona í magan að tala. Hvað gerir maður ef maður lappar inn á? Þú veist, hvað gerir maður? Öskrar maður, tekur maður sængin af, hendur maður ykkur í það sé alveg. Nei, bara, maður getur ekki sett sig í þessi aðstæður og maður getur heldur ekki dæmt fólk fyrir að bara, þú veist, rykkja manninum af eða eitthvað, skilur. Nei, maður bara, þú veist, því maður veit ekki hvernig maður bregst við svona. Að sjálfsög ekki. Þú veist, myndir maður bara öskra eða myndir maður bara labba í burtu eða... Mér finnst svona líklegast að maður myndir líklegast bara svona vera sjokk bara. Já, og bara svona vera bara svona kjurr og vera, að þú veist, held að heilin þurfa smá tíma til að meðtaka, er ég að sjá það sem ég er að sjá? Fattar þau? Já. Og svo sem að frjósa eða frosna. Svo frýs maður. Já, þú veist, bara svona maður bara frýs. Já. Og ég veit ekki, þú veist, það er alveg líklegt líka að þú myndir bara bakka út að labba út, sko, ekki segja orð. Já. Þú veist, og í svona sjálfsjokki. Ef maður er í sjokki, samt, myndir maður ekki bara þú veist, segja eitthvað eða. En svo maður líka svona, ég væri örugglega bara svona, ég er að trufla eitthvað sem ég á ekki partur á. Þannig, þú veist, myndi ekki... Sorry, krakkar, hættu áfram. Ég farin. Ok. Guðmund góður, ég get ekki ímynda mér þess að bara... Veistu hvað, ég held að fara líka ógeðslega mikið eftir ógeðslega miklu, er þetta gæla sem þú þekkir. Mitt. Það breytir leiknum. Þá myndir þú náttúrulega hraunir við þið bæði, skilur. Já, þú veist, já. En ef það væri eitthvað random þá væri ég bara, what the fuck's going on? Bara I'm taking the dogs, skilur. Já. Ég veit ekki, ég get ekki sett mér þess aðstæða því að maður hefur ekki hugmynd og mér líður svo að sé bara bíum þetta dæmi. Já, mér líður eins og engin lapp inn á neitt. Nei. Þú veist, en ég var að sjá eitthvað TikTok áðan, það var eitthvað gæla bara með vinkonu sinni á þetta svona vídeo eitthvað she doesn't know it yet but she's gonna find out that her best friend has been having an affair with her husband of 10 years. Það er ekki úr þáttunum. Og var þetta kannski ekki úr þáttunum eitthvað. Já, en pældi ég þessu. Þetta er bara sans, þetta er Vanderpump. Já, er þetta því? Já, það var rosalegt. Þetta er crazy. Bara hvernig ertu bara hvernig ertu að hafa affair með maka bestu vinkonið í marga mánuði. Skil ekki. Þetta er bara gjörsamlega hvernig, þetta er svo siðblind. Já, þetta er svo ógeðslega siðblind. Þú er svo ógeðslega veikur að geði og getur gert þetta.
og seti síðan bara með vinkuninni bara í, þú veist, Guð, ef ég myndi fá mér hann svo mikið, þú veist, þá segi þér nafnið hennar, þú veist, ég segi þér allt, fattur, ég get ekki haldið, hvað þá, fattur, hvernig ertu bara síðan bara fara, þú veist, að djama með henni, þetta, og þú ert alltaf eitthvað, ég með eitthvað leyndama. Já, og hún er bara að tala manni sinni og bara við sváum saman í gæri eða eitthvað, skilur, geti verið að segja eitthvað svona. Ógeðslegt. Svona fólk. Það var bara að vera fast í einhverju eigin samfélagi ekstar og útiloka from the rest of us. Já, ángríns. Sem getur bara verið eitthvað framhjáhaldast í ein. En þetta var einmitt hérna Tom Swandalas, eitthvað mann ekki heitir, og þær tvær vinkonunnar. Það var mjög frækt hérna cheating. Já, einmitt. Akkur það kom aftur upp núna þá? Já, þessi bara trendi hérna. Já, það er bara nota trendi. Já, ég skil ekki. En ég myndi sá það sko bara í gæri og svona, þetta svo rosalegt. Ég ætla alltaf að byrja að horfa á Vanderpump. Já, ég líka. Bara til þess að, þú veist, geta fylgst betur með þessu, sko. En, já, þú veist, þetta var ræðilegt. En ef við förum yfir nokkuð svona mjög fræg cheating scandal sem við bótið eitthvað að tala áður. Ég vil fá mér happy eina með hann. Já, þú þarft alveg steinarn og sölt fyrir þetta. Ég þarf, sko. Ég þarf. Ég mun alveg fara að grenja hérna, sko. Já, ángríns. Það að halda vöku. Já, það alveg mjög sniðut. I would join you, bara búma mínu 2 stykur í dag. Já, bara, ég fæ mig bara einn. Já, you go ahead. Thank you. Go Glenn Coco. En já, þú veist, við höfum bóttið eitthvað maður nefnt þetta áður en bara svona í ljósa aðstana að við séum að ræða þetta, þá gott að rifja upp hinn stærstu moment. Og eitt sem stærsta sem þú veist, ég myndi segja klálega að væri eitt að stærsta og greinlega er internetið sammála mér, en það er Khloe Kardashian og Tristan Thompson. Já. Það var alltaf rosalegt. Já. Og ég er að tala um 2018. Þú veist, þegar maður búin að gera þetta einu sinni þá gátum við ekki verið í sjokki þegar við heyrðum af þessu í annað eða þriðja skipti, sko. Já. En 2018 nokkrum dögum áður hún fæddi fyrsta barnið þeirra og að þá lag á internetið einmitt, bara þú veist, þá sáum við hann halda fram hjá. Einmitt. Við horfðum á hann, vera með þarna 2 gellur og verið þrísleik við þess. Já, þú veist, hvað var það? Farin á hótelherbyggi með ólíta konu heima á sér. Og hún fæddi trú nokkur dögum seinna út af sko, þú veist, hún var í svo miklu svona streitu ástandi. Og hún fór bara fyrra stað. Einmitt. Það er hræðilegt, þetta er ömurlegt. Og hún náttúrulega bara alveg lendi í þessu aftur og eitthvað sko. Nokkur sinnum þannig. Já, og bara einmitt. Once a cheater, always a cheater. Er það ekki svo leis? Það er svo leis. Þú veist, hún allan að fyrirgáðanum og þau tóku sig aftur saman og þá kom hann að Jordan Woods málið og aftur fyrirgáðan honum og ákvað að eignast barn með honum með staðgöngumóður og þá kom í þriðja skiptið allan í ljós fyrir okkur almenninga við það, skilur að hann væri með aðra konu og líka. Og ekki með staðgöngumóður, eða þú veist. Já, nei, bara með. Það var búið til öðruvísi. Já. Það er svona ekstra svona vonduröglega að hún er ólítið eftir hann, skilur. Þannig, skilur. Já. Algjörlega. En þetta er náttúrulega crazy, sko. Og það var líka oft sagt í kringum þetta mál, how you get them is how you lose them. Já. Það eru sumir sem trúið því. Var hennar situation þannig að þau voru sumir vilja halda því fram. Hann átti þarna fyrir hann til kæristinn sem hann var nýbúin ekki spatt þegar hann og Khloe byrja saman, sko. Já. Með henni, sko. Ok. Það eru sumir sem að... Hvað var mörg börn? Hann núna? 2, 3, 4. As we know of, skilur. Það eru bara fleiri. Það er rosalegt. Já, það er rosalegt, sko. Hann er bara, ég ætla að dreifa þessu genum út allt. Já. Já. Hann ánægði með sig. Já, hann er mjög ánægði með sig. Þetta er mjög cocky, literally. Já. Svo er það John Bon Jovi, söngvarinn. Hann bara viðurkenndi bara 2004 að hann hafi margoft haldið fram hjá konunni sinni. Og er samt búin að vera, þú veist, heldur samt upp á 36 ára brúðkaupsafmæli núna 2025. Akkur var hann að viðurkenna það? Ég skil það ekki alveg. Ok. Bara að því bara. Bara love and honest king. You're sure, right? Bara whatever. Svo var þetta mjög frægt með Kristen Stewart. Hvað var það? Þessi landsífi fórum yfir þessi mál. Það var 2012 og hún var að
þá sást myndræni og bara fóru fram hún á forsíður þar sem hún var að kissa leikstjóran Rupert Sanders sem var bæði giftur þá, hann var giftur og hún var í sambandi með Robert Pattinson þannig að þetta leiddi það af sér og hún hætti með Robert Pattinson og Rupert Sanders leikstjórinn hennar þegar hún var að leika í Snow White and the Huntsman hann skildi náttúrulega í konuna sína þetta var rosalegt þetta var svona, þú veist, þarna double cheating, sko þetta var líka 2012, þannig að þarna voru sko tímaritin svo mikil þannig að þú veist, það var bara mynd af henni kissa mannin framan á tímariti það er tímar það eru tímar, sko þú veist, auðvitað í dag bara dreifst þetta núna bara svona maður sá þetta bara í búðinu, bara hvað maður var að kaupa slúðublöðin, skilur hún með Robert Pattinson, hvað meinar hún? Þurfa að kaupa og fara og tjekka út, skilur núna getur maður fengið þetta svo mikið, bara beint í æð bara allt og hratt bara þú veist, þannig að kannski Robert Pattinson var kannski ólíklega, en þú veist, hann var kannski í búðinu og sá þetta bara þú veist og erfiðara fyrir þau, svona leiðrétta svona dæmi sem kannski lygi eða eitthvað þannig að þið gátt ekki farið eitthvað það var ekki þekkt að fara það var ekki svona komið story á Instagram annars, skilur Nei, en þú veist, auðvitað voru þessi blöðsamt, þú veist, oft bara að skrifa bara eitthvað bull, þú veist, bara algjör spurt en þegar það er myndað þér, þú veist hvernig ætlar að baka út af því? Já, og líka bara þegar það er sögur, skilur þú, fólk trúði þau bara Já, satt, já það var ekki eitthvað að gefa fólki bennandi og það dáti í gamla daga Nei, einmitt Svo er Tiger Woods, hann alltaf bara svona margkært fram hjá konunni sinni þekktir fyrir það maðurinn Jeps En líka svona nýtt sem að koma aftur upp svona, er hann Arnold Schwarzenegger Já alltaf, sonur hans, Patrick Schwarzenegger, hann alltaf í White Lotus og er bara núna komin á yfirborðið aftur og mega frægur og þá rifjaðist upp þessi saga en hann alltaf var í þessu bara þessu core fjölskyldu bara flotta konu og börn og eitthvað þannig og svo hann líka, þú veist, borgarstjóri eða eitthvað, hann var eitthvað hann var svona, hvað héti þetta, governor eða eitthvað já. Bara flottu maður og flott fjölskylda og eitthvað þannig og aldrei verið neitt fyrir en hann hélt framhjá með their housekeeper the family housekeeper Mildred Bina já, bara þú veist, hún var ólétt og það var úr þessu love child já og hann er líkari heldur en þú veist Patrick, þú veist líkari Arnaldi í svona byggð og svona stælti hann alltaf þekktur bodybuilder og það var alltaf verið að svona tala Patrick var ekki með hans build svo kemur þessi maður og hann er bara eiginlega eins Já, hann bara fættur 97 þú veist allan að hann er framhjá hann 96 Já, þessi lítur að vera fættur 97 þá já en þetta meitt sko var það því að hann skildi náttúrulega við konuna sína Já pældi í þetta þú veist, þetta er svo mikið brot líka svona, the housekeeper bara inn á heimilinu sem þú treystir ekki að mikið Já og þú veist, þú treystir manninu í kringum þessa konu sem er að vinna fyrir ykkur og hugsa heimilið og þetta er svo náið pældi í the hurt og líka the extra, að það er mjög algengt að þessi haldi fram hjá mig ykkur sem vinnur inn á heimilinu sko, mjög algengt haldi í fucking buxuna einum Já, bara hvað er að þér? Bara, þú veist, hvað meinar þú? En þú veist, eins og ég ætla að segja, þú veist, það er svona bara auðvitað hræðilegt að sé halda fram með ykkur sem að þú treystir inn, þú veist, sem basically partur af fjölskyldunni en a child Já, ég meit það kom barn úr þessu Já. Þú veist, mér finnst það svo verið svo típist alltaf í öllu svona bara svona, þau eignum spatt saman bara, hvað meinar þú? Voru ekki svona nota verjur? Nei, einmitt en reynda kom ekki barn úr þessu en 2015 þá var náttúrulega Ben Affleck að halda fram hjá Jennifer Garner með pössunapínu þeirra Christina O'Sonian Pældi líka, sko, þú veist, sem pössunapían og allt er það, þú veist, ég veit að hann er náttúrulega bara hræðilegur fyrir þetta, en bara svona a woman to woman Já, myndir þú gera þetta? Þú veist, einmitt the girl code Já, þú frekar bara, ok, ef hann he made a pass, skilur, láttu mig vita ekki go for it Nei, einmitt Ég veit ekki, þetta er eitthvað maður alltaf að kenna makanum frekar sko, Já, ég held þetta sé svona klámi að kenna eitthvað Þú veist, Já, bara eitthvað svona fantasy dæmi, þú veist, bara eitthvað svona þú veist, farið bara frekar roleplay segðu bara eitthvað, nei, ég veit ekki
Sérstaklega sem búin að eyðileggja sambandið þitt eða þú veist bara heyrðu, mér langar þú sért nanny. Já, ég veit, og bara kannski þetta ein ímynda mér að þessi nanny sem er sjóandi hliðin á. En þú veist, já, þetta er bara ógeðslega algengt af því að það er svo mikið af fólki sem vinnur í kringum þetta fólk. Þú veist, sérstaklega sem stjörnur, svo mikið af fólki sem tengist þeim. Þú veist, sem er bara inn á heimilið þeirra. Það er crazy, sko. Þetta er sturlað. Eins og heldur að segja ekki margir að sofa hjá their bodyguard. Örgulega. Við erum að vitna henni í bókabóðið fyrir ykkur sem eru ekki með þar. Við erum að lesa Twisted Games. Tjekkið þessu. En ég held að það sé alveg þing. Já. Sérstaklega þú veist að konur með their man bodyguards. Já. Ég held að það sé alveg það er alveg svona fetish á þeim, sko. Já. Kinky, sko. Já, eitthvað svo hann að passa mig. Já. Ég vona alltaf bara að séu single, skilur, ekki að séu að gera það. En you know what I mean. En já, þetta eru svona, þú veist, svona fræg nöfn sem við þekkjum, sem að, líka Adam Levine núna 2022 manstu. Já, hann var náttúrulega einhver frammiðaldri, Pisces man. Já, með mitt, allir hann í mars, vinnu mínir. En hann, var einmitt eitthvað búin að vera messagea á eitthvað, eina svona Instagram model, Sumner Straw. Og hann alltaf giftur þá og á þeim tíma og ennþá, held ég. En hann játaði að hafa sendt henni óviðandi skilaboð en játaði ekki að hafa hitt hana og haft líkamlegt framhjáhald þótt að hún segi annað. En þú veist, where there's smoke, there's fire. Skilju, þú viðurkendir eitt en ekki hitt. Þá bara trúi ég henni. Já. Skilju, veist þú viðurkendir eitt partinn? Ég veit. Já, algjörlega. En Kevin Hart líka, hann hélt fram hjá konu sinni að meðan hún var ólétt. Þannig að það var þetta vídeo. Bara samfæranir á það. Eitthvað svona, þetta gerðist í eitthvað svona eftirparti eitthvað, þú veist, og það var eitthvað vídeo og eitthvað sem að Jesus. Ég man nefnilega, þegar þau giftu sig og hvað, það var sem svo krútleg og já, ég elskaði þau alltaf svo mikið sem par og svo gerðist þetta bara stutt setna. Já. Maður svona, ha? Og einmitt, þú veist, það er svona ekstra ógislegt, þú veist, ok, framhald er alltaf ógislegt, en samt það er eitthvað svo ekstra, þú veist, ólétta konu. Já, af því þarna ertu, þú veist, þú getur ekki bara slitið öllum samböndum við mannin, skilur. Nei. Þú þarft alltaf að vera eitthvað samskipti við mannin sem hélt fram hjá þér. Og hún er 24/7 carrying your child, skilur, hún tekur ekki pásu frá því. Þú er bara eiginlega öll svona moment bara þegar hún er að eiga og þetta er svo ljótt, sko, þetta er ógeðslegt. Þetta er svo ógeðslegt. Framhald er svo ógeðslegt dæmi. Það er ógeðslegt. Maður skilur ekki, maður skilur þetta ekki. Maður skilur þetta ekki. Jude Law, hann hélt líka framhjá með Nanny. Já, þetta er sko alveg bara unknown thing. Þetta er, þú veist, the joke er bara svona, ekki að hafa heita Nanny. Já, en þú veist, já. Svo held ég að skipta bara enga máli. Nei. Þú sést bara að þannig byggður, þá ertu þannig byggður. Já, ég held að það sé einmitt þannig, sko. Þú veist, já. Þetta er sæðalegt. Af því það er ekki alltaf eins og fólk sé að halda framhjá með eitthvað miklu myndalegra fólki eða eitthvað, skilur. Nei. Þú veist, það þarf ekkert að vera ástæðan, skilur. Svo líka bara persónuleiki og bara eitthvað attraction, skilur. Já, og eitthvað fantasía. Þetta er eitthvað svona fantasía, adrenalín, þú veist. Þú ert brókslega hrifna ykkur persónuleika og eitthvað þannig. Segðu þá upp hinum. Takk. Og þarf líka ekki að sofa hjá öllum persónuleikum sem þau eru skemmtilegur. Nei, þetta er svo lítið það. Þetta er bara eitthvað fucking kynlífsfíkn, eitthvað dæmi, sko. Þetta fólk þarf bara að fara í blöss og ná sér í eitthvað til þess að bara satisfæja sjálfum sér. Ángreins. Það er sjálfur, farað með blöss. Herri, við vissum ekki að það væri þing, þetta með buttplugin og skottin. Herri, já. Ef það er ykkur út úti, we won't judge. Nei. Þá allavega þetta kom upp til umræðu hjá okkur vinahópnum, við vorum eitthvað man ekki hvernig en eðlilega, þú veist, það er bara gott að allir séu getur rætt alls konar hluti saman. Það er ákveðið king. Það er ákveðið að það er til buttplug með skottum. Þú getur valið kannuskott eða þú veist funny tail eða svona rebbaskott. Þetta er alls konar. Það er alls konar. Og ef þetta er eitthvað fyrir þig þá allan að veistu að þetta fæst á Dalvegi. Í blöss. Í blöss. Og Akureyri. Já. Og inn á blöss.is. Nei, það er svo gaman að skoða síðu, hvað er þetta? 5.5 double cock medium double trouble hérna. Ég veit ekki. Ég ætla að gefa það svona
Það? Já, jólagjöf. Þú átt það næst ammali. Ég skal Ég er skrifa bara þetta jólagjöf. þinn ammalislista. Það svo gaman að fara með byrtin í svona sjoppu, sko. Já, það skemmtilega, sko. Hvað þetta? 12-inch slim double. Já, þetta alltaf eitthvað sem að framhjöldunar ættu að kíkja á. Ég alveg sammála þér, sko. Já. Með það. Kíkja á þetta fyrir ykkur kinks, ekki vera að særa ólítið konunar ykkar. Nei. Hefur þú heyrst eitthvað svona, þú veist, af konum í kringu þig, vinkonum með eitthvað svona, hvernig þær komist það framhjöldi? Vistu, ég man ekki eftir að ykkur hafi lent í því svona einhvern veginn þannig. Ekki nema bara einhverju gamla daga með einhverjum bara svona í barnalegum samböndum, skilur. Já, sem að voru alla sambönd, skilur. Þannig að, nei, en þú? Það var alveg með vörturnar, sko. Já, fyrir það vörtu vinkona hérna. Hræðilegt. Já, umulegt. Hræðilegt. Ég man líka að tók hann langur tíma til að segja, þú veist, af hverju. Já. Þú veist, hvernig þú skilur. Ég skil það. Já. En hún á ekki til að skamma sín, nei, hann er kenna. Hann er bara fucking ógeð. Period. Ég er að muna eftir einhverju öðru, þú veist. Nei, manni veit að þú svona bara svona úlingasamböndum með eitthvað svona, þá var það mikið bara svona eitthvað, þá sást stundum bíllinn fyrir utan. Já, og snapskor, þarna. Já, snapskor, dóti. Fólk komast það þannig að þeir eru að tala við aðra gælur og eitthvað. Já, það varstu svo þá maður gæti séð 3 best friends á Snapchat. Já, djöfull það gaman. Það var geðvikt. Maður fór bara gegnum alla vinalistan og skoða hverju voru dating, skilur. Maður sá það bara leið, sko. Það var alveg tí. Það var náttúrulega alveg tí, sko. En hérna, ég vil lesa hérna nokkrar erlendarsögur. Já. Hvernig, bara svona crazy way, klikkuleið til þess að komst það fram í aldi. Ok. Photoshoppaði hann að kissa stelpu sem hún hélt að hún var að halda fram með og sagði, hann sagði, hver sendi þetta? Já. Mamma, how are you hvernig that dumb? Hvernig var að photoshoppa eitthvað að kissa eitthvað? Ok, það er allt hægt með AI núna, sko. Já, en núna, en þú veist, þetta hljóma bara svona að photoshoppa. Já. Hvað sem er flink? Já, kannski. Flink á Photoshop. He sent a pic of our dog to me while I was away, and in the window reflection I could see a girl comfy on the couch. Já, þetta og live myndir með iPhone. Já. When I asked who the fuck that was, he said, I don't know, it's maybe a crazy ghost. Wow, blame it on the ghost. Já. Pældi að þú veist, já, fólk hefur séð sólglerum líka og eitthvað þannig. Bara who the fuck is that? Já. Þetta er eiginlega svona það juicy, ég ætla að fá mig nógokropp með þessu. Þá meðan ég hlusta að tala. Já. Fáði smá nógokropp. Kannski gefa mér smá, tímur að deila með þér. Ég ekkert vissi það. Silly boy bought a pair of Louboutins for his mistress from our personal stylist at Nordstrom. But she knows I'm a 35, not a 37.5, so she accidentally sent the receipt to my email. Gæsalöpu accidentally, hún gerði það viljandi til þess að... That's a girl's girl. The stylist in Nordstrom, sko, she knows. Þetta er nóg, já, kemur. Þetta er ekki byrja á þessu, þið get ekki hægt. Nei, þetta er alltaf crazy, sko. Ok, jú, byrja á þessu. Það má alveg fá smá. Já. Chocolate away a day. Góð auðlýsing, ekki kaupa ykkur það. Já. Ok, já. Það er ekki snið að vera að borða á podcasti. Ég veit, og líka nóg kroppur svona extra crunchy, sko. Og skil ekki samt, brjálunni. What the hell? I found out after he died, the girls were at his funeral posting about him and everything. Ok, þá var þetta eitthvað sem dó. Wow. Og bara margar kærustur í jarðarförinni, skilur. Það er pínu iconic samt. Það er eitthvað svona movie dæmi, með því mökkunokki eða eitthvað. Nei, þetta er með því mökkunokki, sko. Alveg bíómynd, sko. On reality TV. Hældi út í Bandaríkjunum. Þá er svo mikið reality TV og fólk getur bara að sé það þar bara what, ég var að deyta hann gæja maður svo oft sé eitthvað þannig þegar eitthvað byrjar. Já, satt, en líka bara oft eru þau bara eitthvað svona, fóru Starbucks eða þú veist bara að kaupa sér að borða og það er bara fólk in the background, ég er alltaf bara pæltu. Já, að þú væri bara eitthvað with your thirst bara framjalduninu. Já. Oh my god.
He had a whiteboard calendar and the month November was written too neatly. And in a cursive, so I erased it and made him write it again and he couldn't match it. Oh my god. Það rosalegt, ok, fyrir ykkur sem að já, með svona, þú veist svona eins og bara svona töflu, þú veist, svona eins og bara í skóla þannig, svona whiteboard töflu og var alltaf að skrifa mánuðina og það var nóvember var skrifað svo fínt hún bara, ok, þú gerir þetta ekki strókátur, let hann reyna að gera þetta og hann gæti ekki matsa þetta. Það er crazy. Það er crazy. Þú veist, já, ætli gælan hinn gerði þetta viljandi, eða? Einmitt, en svo líka þú veist bara svona kemst maður samt að því þannig að ég fattur þú veist kannski bara viðurkenndi hann allt eftir á kannski bara viðurkenndi hann já oh my god, hún postaði mynd að með hundinum hennar á afmælinu hennar í hennar náttfötum. Új, það er alltaf bara siðblind. Pældi í því líka þú veist, þegar fólk haldar á mig sem að hunda þá vita hundarnir allt. Já, hræðilegt. Það bara að horfa upp á þetta. Þau get ekki sagt neitt. Nei. Það er umlegt. Og bara kannski bara að klappa hundinum mínum. Bara don't touch my fucking dog, sko. Nei. En þetta, að þú veist, þarna veit hún að hann á maka. Skilur þú ert að fara ertu eitthvað biluð? Bara hvað pæla? Og posta mynd með hundinum í náttúrunum á afmælinu hennar. Já. Þess að því ég sé alveg TikTok af gælum sem eru bara eitthvað, ok, fór heim með gaur, þú veist, sá bara Laneige sleep mask, skilur þú veist, var að salva eða eitthvað og eru bara inn á baði bara, oh my god, I went home with a guy, I don't think he's single, skilur og þær eru áta það, skilur þá er hann bara búin að ljúga þeim og þær spotta svona vörur og er bara, nei, ok, það er ekki alltaf sýnist rakvél, hvernig rakvél, einhver sjampó, skincare og bara sjá, tveir tannburstar einmitt, þú veist, þannig að hann bara svona ok, það er ekki allt, þú veist og þá fara þær svona, ok, nei ég er að fara að koma mér hérna út, skilur en að vera bara, næs þannig að bótt kærustu vídeo að mér að nota þetta allt já, þú veist, halló, það er ekki lægi, sko það er mjög mikilvægt að vera með allt bleikt og svona girly heima á sér það er það ef einhver myndi ekki vita það, skilur ángríns og svona kemur smá upp það þú veist, það geti enginn fara heim til mín eða þín og ekki átt að sjá að það væri kona sem býr það, sko eða þú veist, kærast það er eiginlega skrýtnar að búi maður þar já, það er rauninu verið, þú veist það er bara ekki hint af hans stóti nema bara eitthvað sjóma og svo þetta er svona, þú getur miklu öðuldur að halda fram hjá það væri maður svo bara, það býr engin maður ég, sko vá, fyndi ok, hann borgaði hálfa leigun hennars úr sameiginlegum reikningin þeirra er ekki, líka það ætlar að vera þessu, en er að vera smúð já hvað er að þér? Það er bara asking for being caught, sko. Já, það er crazy. Og ég myndi líka bara reka mannin út á 0-1 og vera bara, búðu hjá henni, þú borgaði leigur hans. Ég veit. Hann postaði story á ítölsku veitingastað og gellan var spegluð í parmesan haldaranum. Ok, smooth. Zoom. En líka þú veist þegar oft er þegar hef ég heyrt þegar þú veist strákar eða eitthvað svona þú veist kærast að fara að jamma og þá bara eru bara að fylgjast með locationinu geta hort að story frá location nálægt já og þá getur bara fylgst með og þá kannski serðu bara einhver allt aðra bara, veistu, einhvern allt annan Jón bara vera að posta bara af klubnum og þá bara getur fylgst með bara, hann er hann, þú veist hann kannski með derhúið eitthvað Jesus þú veist, þú getur verið alveg algjör það er svo gaman að vera svona investigator, sko það er gaman, sko mamman sendi á hann á Facebook og sagði að ég vildi ég hefði getað kynnt mig þegar þú varst hérna alla helgina og hún var í öðru bara fylki öðru landi það var ekki hún ég skil, þetta tók mér smá tíma já. Ég skildi það var eitthvað önnurs skvísa Greinlega samt ekkert langt komin inn í samband þannig að hann aldrei hitt mömmu hans eða eitthvað en it's a cheating já, hann hefur kannski bara sagt bara já, við erum að tala saman eða eitthvað svo var hún alla helgina þá var hann, ég hefði nú alveg kynnt mig hefði vitað eitthvað held ég að mamma einn böstu þig já, en samt, mömmur er líka girls sko. já, en hún gerði það óvart greið já, hún sett það svo falleg meining á baku það sá að hann var taggaður
í pósti á annari gellu og það var óleitt tilkynning. Þetta líka, þú veist, það í alveg bara til, þú veist, þetta ekki bara bíómyndum, það í alveg til menn sem bara living double, triple lives. Já. Bara, þessar kærustu, þessar óleitt, svo gift þessari. Hvað að? Hvernig farið að þessu? Það mikið tíma. Já, ángriðs. Hæ? How do you got time, sko? Ángriðs, það þetta að djúkla, þú veist, our five friends, skilur. Jú, ég man eftir einu vinkun okkar sem að fann, Molly May jakkan. Alveg rétt, já. Heima hjá honum. Þú veist, if you know, you know, sko, Molly May jakkin bara, það var svona leðujakki og hún var sérst með strák og var heima honum og sér þennan leðujakka þar og bara, ok. Hann á hann ekki? Nei, hann á hann ekki. Nei, sagði ekki að systir sem eitthvað. Jú, og mér minnir ef ég man rétt, en kannski ekki, þú veist, að systir hans hafi ekki verið á þeim aldrei sem myndi kannski að klæðast Molly May jakkanum. Nei, sem fannst bara meira og meira, eitthvað svona krem og eitthvað svona Sephora-dæmi. Þannig að var smá obvious in the end. Hældi í þessu. Það svo crazy. Það crazy. Það crazy. Ég var að lesa íslensk söguna. Já. Það við getum fara að andarast hér, en ég svo spennt að vita hvað þið voru að senda okkur. Já, þegar við spurðum ykkur, sko, Tepusbestís og öllum trúnaði heitið þessar sög. Of course. En þið með að senda okkur nöfnina á þessum dringjum. Já, við skulum expósa þá. Það engin trúnaði fyrir those assholes. Nei. En klikkustu leiðina sem við komist að framhjáldi. Ég var á smitten og sá að bassfaðir vinkonu minna var á smitten og ég sagði henni og þau voru það ennþá saman. Þannig, þannig svolítið bara, þú veist, þannig að reyna að vera caught, right? Skráða á datingi á Íslandi. Glimti ég undir, sko. Stráka fer til London og besti vinur hann sagði mér. Ég hringdi gæluna og hún sagði mér allt og hún ætti greinilega afmæli þegar ég hringdi. Fleiri partar. Já. Nágranninn hann sá hann fara með aðra gælu heim og lét mig vita að nágranninn var vinkona mín. Var með hann heima með fjölskyldunum minnum. Wow, hvað er mikið? Mikið að sögum. Já, ég skil núna. Hann sagt, þetta allt frá sumu mannesku. Já. Hann hélt oft fram hjá henni. Oh my. Einu sinni var það þarna strákaferðin til London og besti vinur hans sagði honum. Og hún hringdi gæluna. Og hún átti greinilega afmæli þegar hún hringdi. Lol, segir hún. Svo var hann nágranni hans sá hann fara heima aðra gælu og nágranni let hana vita. Og besta vinkona nágranna síns sem vinkona mín og hún sagði mér líka frá því 2 gælur á 2 dögum eða helgi. Nágranni lúmskir, thank God. Oh my. Vá, ok. Það rosalegt. Elsku mús. Hún þarf ekki lengur með honum. Nei. Svo vinkonu mín að kynna stelpunir í bæ, síðan segja vinkonu mín hvaðan þær eru. Þá kannaði stelpan við strák þaðan og sagði þeim að vinkonu sín hafi verið að hitta strák þaðan, segi síðan tímabilin hvenær hún hafi verið hittan og viti menn þá voru við saman. Æði. Læknirinn minn sagði runni frá framhjaldi, helvitið hefði smitað mig á klamidíu. Já, það líka. Það rosalegt. Það svo vont, sko. Svo bara Yatzy spili. Já, hvað því það? Þú veist þegar þau voru með sér nafni og skrifa bara Birta á sunnu að var að spila Yatzy. Svo fyrir þú að spila Yatzy og sér leikinn, já, og það er bara Birta á Eva. Ég er bara, hver er Eva? Emmett. Shit, þetta er rosalegt. Hvað við fokkan voru að gera saman í Yatzy? Emmett, það er alveg smá svona Þetta er intimate. Já, mjög intimate, það er ekki skemmtilegt spil. Þú er svona ykkur leittist. Já. Þú var bara að leiðast með magan í henni. Já. What? Dreymdi hann hefði kysst aðra gælu, spyr hann hálfsofandi út í það og he confesses everything. Mjög weird. Þetta er your subconscious er bara, I'm telling you. They know something, sko. Emmett. Shit. Wow. Svo bara, gut feeling. Já. Ofta er þetta trust the gut. Ég held sem er gut for a reason, sko, og við megum bara trust the gut. Já. Ég held það sé alveg mjög sniðut, sko. Við erum líka með gut til að geta fengið okkur ballerínakeks. Já, það er the gut. Why we have it. Alltaf gott að fá sér smá ballerína, sko. Já, ræðislegt. En þetta er einmitt svona, þú veist, kannski ekki beint crazy, en smá traumatic. Komst það eftir mörg framhjöld að hann væri inn á einkamál
Á ammælinu mínu. Já, komst að þér á ammælinu sínu. Já. Þá sagði ég enough is enough. Pældi ekki að leiða að komast að eitthvað svona ammæli, bara komast að þessu á morgun. Já, Daginn mínum. En ég með svo með ballerína, skilur, eins og mástu Shakira komst að framhjáldi að því að það var búið að borða úr sultinni heima hjá honum og hún borðaði ekki sult, hún var svo eini sem borðaði sult að því að maðurinn hennar börnin gerði það ekki. Já. Og þá komst hún að því. Pældi að vera bara með ballerína, þú veist, keks heima og svo bara ferði að fara. Já, og bara þú borðar það, ekki Gunni. Já. Og þú veist bara hver að borða ballerína keksum mitt. Það styrla pældi að því. Shit. Já. Herru, vinkonu mín sá pappa minn með annari gellu. Oh my. Þá kærist hún hans í ræktinni að kyssast. Og það var svo vont að vita svona eitthvað, ég get ekki ímyndað mér að vita svona eitthvað foreldra mína. Já, foreldra eitthvað annars líka. Já, þú veist, bara hypothetically sem foreldra hérna verið saman, ég myndi bara sjá þetta. Það er alveg erfið staða, því að leiðu ég segi þér þetta, þá er ég setja þig líka í hellaða stöðu. Já. Þetta er, heartbreaking news. En þú veist, ég held að bara bottom lineið í þessu er alltaf, það er ógeðslega erfitt að segja manneskjum þetta, bara 100%, en alltaf að gera það. Er það ekki? Jú, en svo það var alveg heyrt svona sögur af fólki sem vil ekki vita, þú vita það og er bara svona ekki fucking tala það, skilur. Já, þú verður að brenna þér á því, já. Þú veist, þá erst allan búin að fá það til þín, bara ég vill ekki vita þetta, þá er það bara ok, þá veit ég það. En ef það er vafi, always tell. Er það ekki? Jú. Mamma mín hitti hann á balli með annari stelpu. Fyrir það er vandræðalegt. Bara tengda mamma einn, bara séði með einhverju öðrum. Aren't you ashamed? Já, það er embarrassing. Það er embarrassing, sko. Og pældi að vera mamma líka þegar að segja dótsinni. Nei, núna ég 2 stelpur, sko. Ég myndi alveg kýla mannsku, sko. Já. I'm a punch up. Ljóst, langt hár í rúminu og hún er svarthærð. Já, það gerist ekkert óvart, sko. Nei. Þú ert ekki að grow one blonde hair. Nei. Ég bjó í Njarðvík og hann í bænum og ég gisti heima og mamman spurði okkur síðan daginn eftir hvort það væri mikill vindur í Njarðvík því hann kom ekki heim og lauga hann væri hjá mér smá tekin þarna, meistari. Já. Skilurðu? Og daginn eftir fer hann heim til hans og hann eitthvað, mamma segi eitthvað, hvað var svona mikill vindur í Njarðvík þegar hann kom ekki heim í nótt? Það var hann ekki til henni. Það er vont, sko. Já. Pappi minn hélt fram hjá mömmu minni með stúmömmunni þegar þau voru gift. Já, hann hélt fram hjá mömmu. Þú eða? Hæ? Hvert ertu komin? Ertu að skapa svona mikið, eða? Nei. Halda frá. Við erum komin alveg. Svo er hérna, bróður afa mætti upp í vinnu hjá mér með ungri skvísu þegar hann var búin að vera giftur í 30 ár. Bróður afa, sko. Still getting on, sko. Já. Það er, What the hell? Systir hann sendi á mig að hann væri með gellu í heimsókn. Já, systur og mömmur og allir í kring. Always speak up. Saman hversu leiðilegt að vera bróðinn eða frændaðinn eða bróður afa eins. Speak up. Bróður afa. Já, hún lendi því. Hún lendi bróður afa, sko. Svo er það Snapmap. Kæru vinkonu minnar á þeim tíma og hann fór ghost mode við hana. Úps, og ekki greinilega við vinkonuna. Það var greinilega open fyrir öðrum. Já, dumbass. Já, það er svo mikið dumbass. Ætla að biðja hana en næsta dag frétti ég að hún giftist öðrum í Vegas. Og glindir hérna, þau sóðu saman í rúminu og foreldrum mínum og bróði minn labbaði inn á þau. Ætla að biðja næsta dag hún giftist öðrum í Vegas. Býtu, hvað er að gerast? Ha? Ég var ekki pappinn. Þetta var eitthvað bull. Það lítur að vera bull. Var eitthvað barn líka? Ég veit ekki. Það vantar eitthvað svo mikið inn í þessu sögu, sko. Pabbi vinkonu minna var að koma að sækja okkur í skólan. Vorum í 3. bekk og sáum hann inn í bílnum og hann var með umsjónarkennarunum okkar inn í bíl og bílinn hristist. Ekki 3. bekk, ekki grunnskóla voni. Vorum við 3B. Ég veit ekki hvað það er hann að 3. bekk. Umsjónarkennari. Það voru 3. bekk. Já. Hvernig pældi að vita þetta bara þegar 3. bekk. Það er bara traumatized for life.
gekk inn á hann á klósettinu með annar í ammali á vinkonu minni. Új. Hvað er að? Þetta er eitthvað svona adrenalin, eitthvað fíkn, eitthvað svona, þú veist, halló. Bara þetta má bíða. Disgusting. Sá Tinder Gold Subscription Confirmation email hjá honum. Það er vont. That's embarrassing. That's embarrassing. G-strengur í aftursætinu. Not in the car. Új. Just hvað gerast? Fólk er alveg grættu, sko. Og þetta eru Íslendingar að senda okkur. Þetta er í alveg að gerast á þessu litlu land okkar, sko. Passi ykkur, þið geti verið skild. Var í strætó og fólki fyrir aftan mig voru að tala um það að hann hefði sofið á bestu vinkonu sinni, síðan var satt. Byrju. Voru bara að tala um hann fyrir aftan þig. Þú vissi ekki. Já, vissi ekki að hún væri hana. Og það var bara rétt. Ok, það er bara 10 að vera strætó, sko. Wow. Ég segir á shotið með Curly FM. Ég var ekki bara að beða okkur að fara í þetta. Þetta var sama tíma við bústum með einhverjum vildum fókur. Ég held að við komist að því í einhver var ég segir á shotið. Það var rosalegt. Hann postaði því á Reddit. Ha? Oh god. Fekk að heyra frá mömmu minni. Fyrirverandi var á barnum á Oktoberfest og vinkonur mín ætlaði að hoppa aftan að mér og knúsa mig. Þetta var svo bara ekki ég, heldur stelpa sem var að halda fram hjá með. Pældu. Oh my god. Var út að borða með mömmans og hún fyrir að spyrja mig einhverju stelpu og ég bara, nei, ég kannast ekkert við hana. Og hún sýnir mig mynd og segir, já, þessi var heima í okkur daginn, bara að læra. Og ég bara, já, ok. Hringi hann og fer og spyr hann og hann straight up segir, já, við sáum saman hana. Okkur gæti hann ekki bara sagt það strax, vist hann alltaf bara segja það strax þarna. Ég skil ekki. Bara spare me the drama, sko. Einmitt. Ég var heima hjá kærasta mínum og einhver önnur stelpa banka upp á honum. Þetta er bíómyndaatriði líka. Já. Damn. Banka upp á líka, það er intimate, sko. Mjög. Mætti þeim út í búð. Új. Oh my god. Ég myndi vera bara svona, þú veist, Bara, eitthvað það er bara að kaupa sér besties eitthvað saman. Nei, það er sko bannað að fá sér besties sem var cheater, sko. Já. Pældi ég og væri bara og við hitta bara út í búð og hann var bara með bestis í körunum með einhver annar gælu. Jó, þú veist, það var alltaf bara don't buy my fucking ice cream with her, skilur, ég myndi byrja þar, en bara, my name is on it. Já, I'm so proud of to put my name on it, sko. Já, það bara, at least you're supportive. Já, well, thank you. Takk fyrir að kaupa ekki einhvern annan ís. Já. Jesus, oi bara. En já, þessi sem sagði, mætti við út í búð og segi líka, annars grunaði mig nokkru sinnum og fann hvar skvísunar áttu heima og þá var hann þar. Já, það eru nokkrar. Oh my god. Kærasti stelpunar sem var að fá sendar, kærasti stelpunar sem var að fá senda dón og myndir og fleira frá mínum kærasta lét mig vita. Já, kærastinn. Kærastinn? Já, sem að stelpan var að senda dón og myndinar. Wow, það er rosalegt. Vinur hans sagði mér að alltaf þegar við vorum saman fór hann snemma heim á djamminu en hann kom alltaf heima milli 6-8 morgunin. Þannig hún bara, ok, þú varst að djamma til 6 eða 8 en nei, hann var farinn bara klukkan 12. Það er bara til ykkur skvís. Ekki ég, en vinkonu mín, hann airdroppaði orð 6 teipa á hana. Hæ? Ói, það er hræðilegt. Og hvernig gerði hann það óvart? Akkur var hann að horfa á það og airdroppaði óvart á hana? Alltaf sendur ykkur annað vídeo og hlýtur nú bara að vera, sko. Já, en hvernig er það nálægt ykkur öðru vídeói? Það er svo góð spurning. Líka, af hverju með vídeo? Já, af hverju með vídeo? Af þessu cheating, af hverju? Hvað er það að gera? Í alvöru tjóð. Þú er bara að reyna að vera exposed, sko. Já. Manneska í fjölskyldunni fann út úr því þannig að allir í vinnunni sáu það gerast á undan henni. Og ég skil ekki alveg. Manneska í fjölskyldu fann út úr því. Og ég skildi ekki alveg. Nei. Sá hann var aktiv á gamla snappinu sinu og hann opnaði óvart gamalt snapp frá mér. Ok. Það var greiðlega bara eitthvað þú veist, opened, hún fekk bara opened. Oh my goodness. Í matabóði sem minn þáverandi og framhjóðaldi skiplu, þetta átti að vera double date. Og það er náttúrulega sick, þú veist, þannig að þú bara fá eitthvað út úr því að vera eitthvað svona... Matabóði? Og
þá voru þau örugglega líklegast bæði með maka. Já, það var double date. Oh my god, oi. Það var að dreifast allan skólan áður en ég vissi það svo frétti ég það seinna. Það var hræðilegt. Great. Fannst grunnsanlegt að hann væri í klippingu í íbúðahverfi í Grafarholti. Það mjög sess. Það bara ekkert eðlilegt við það. Snapmap fór á já.is og sá hver bjó í blokkinni. Ég segi stelpur þegar þær vilja, þá þær investigators, Já, bara CIA got nothing on us. Já. Það bara þannig, FBI og allir hinni, Fyrrverandi besti vinur minn sagði mér að hann hefði séð fyrrverandi kæristun sinni niðri í bæ þegar við vorum saman og fyrrverandi bað besta vinur minn að segja mér það ekki og hann sagði mér þetta ekki fyrir en við vorum hætt saman. Þú ert alltaf að segja. Alltaf að segja. Shit, þetta crazy. Þú veist, einmitt, allt með þetta location og þannig, þú veist. Krakkar mínir. Skulum bara vera heiðarleg. Þú veist, gæti algoritmin ekki líka give you away? Jú, það alltaf bara einhverja nægt að gæla og dansa eða eitthvað. Já, það. Eða eitthvað svona how to get away with cheating. Já, eða bara svona, þú veist, segjum bara eitthvað, Gunnar var eitthvað skrolla í símanum sínum og eitthvað bara TikTok og maður heyri alltaf hvað þeir eru að hlusta á skilur eða þú veist, hvað eru algoritmur þeirra. Pældu og færi bara til að heyra bara svona how to turn off Snapchat maps, how to turn off Find My. 7 ways to get away with cheating. Já, eitthvað svona, þú veist, segjum, skilur, þú veist, og ég verðum alveg að skemma algoritmum okkar núna. Og hjá öllu sem eru að hlusta. Já, we're sorry guys. En það ég held að það sé sannlega athyglisverðast að pæla í, þú veist, í alvegni algoritmunum hjá hvor öðrum, Já. Þú veist, okkar náttúrulega bara eitthvað, ballerina cappuccina, þú veist, labúbú, eitthvað svona, þú veist, það skiptir engum máli, Hollywood og eitthvað sétt. Já, en þú veist, en ef þú færi alltaf að heyra eitthvað svona, þú veist, sem það sem búið að vera að googla eða svona, þú veist, og Google náttúrulega. Einmitt, Google. Browsing history, Já, eða þú ert með gut feeling, þá lagið fyrir síman? Hvað finnst þér? Ég veit það ekki. Þú ert með gut feeling? Ég treyst alveg göttinu mínum. Já. Ég myndi alveg gera það. Eða væri eitthvað svona sem bara var geðið söss. Já. Já. Af því það enginn að fara að segja við mig if I was right, hvað það gera? Einmitt. Skilur? True. Ég held að. Svo þú veist, hefur maður heyrt að fólk bara e-mailast og þú veist, fólk get creative, Já, hvernig myndi fatta e-mail? Já, eða notes. FYI. Fucking notes, Við erum að því að það sé að þetta verður með shared notes. Hanna, check your man's notes. Og það líka það með læst notes, Já, og læst notes, já. En getur þú með læst og sérað? Ég veit það ekki. Það var söss. Það var mjög söss. En þú veist, þetta komið svona nýjur hlutir sem maður myndi ekki eins og vita hvar maður ætti að tjekka. Einmitt. Af því að ef þú ert með sérað nót og læst, það kemst ekki inn í það náttúrulega. En sérðu, að því við erum oft að collaborate notes, en þá sér maður svona lítinn kall svona að það sé shared. Þannig að þú veist, þú getur alltaf farið inn í það. Inn í bara shared. Og það veist, þá styttið þið leiðina til að finna. Þú veist, ekki mikið shared. En ekki líka núna, þú veist, ef ég myndi senda message á Instagram og ég myndi delete það, að kemur þá ekki unsent. Þú veist, segjum svo bara ég var halda fram hjá mig þér sem myndi senda það bara hæ. Ég get lokkað þessum nótum með okkur. Í alvörunni? Nei, can't lock notes. Shared notes can't be locked. Ok. Gott þetta. En segjum ég sendi þér hæ. Svo hvað senda mér? SMS? Nei, á Instagram. Já. Svo deleta ég því. Deletast það hjá þér? Nei. Það er það. En getur ekki gert eitthvað svona delete for everyone? Ég get bara gert þetta delete for you. Já. Ég get gert unsend, veitu. Hvað kemur þá? Já, þá fór þetta. Hvað er þetta? Já. Kannski það ekkert allir cheaters sem vita þetta. Einmitt. Ekki gera það. Nei, ég er að segja, þú veist, en passa ykkur að tjekka á þessu skilur, þú veist, ef þið sjáuð að, þú veist, að það gæti ykkur gæla verið gett ofalega DM, en samt að enginn skilabóð á milli. Já. Þá gætir spurt hana, að hún kannski sér þetta þau á sér. True. Að senda proof.
Já, nema að gera unsend. Já, nema að gera unsend. Það stóðst eitthvað for 15 minutes, þannig að þú ættir að sjá þetta eitthvað smá stund. For 15 minutes? Já, eitthvað. Unsended for 15 minutes? Nei, hvort þú ættir að sjá þetta í 15 mínútur, ég ætla að gera þetta svo hratt, það kannski munurinn. Hvar ekki bæði, bara eitt vera? Já, sjá ok, einu sendi ég hæ, og ef ég gerir hérna... Þú sást ekki mitt ennþá, sem ég sendi. Sendið þú eitthvað? Já, og ég ensenda. Já, nei, ekki um svo. You can edit messages for up to 50 minutes. Já, edit. Já, ok, sorry. Þú er breytt skilabóðinu. Einmitt, þannig ok. Það er samt áhugavert, skilur þau verður að hafa þetta í huga, sko. Passið ykkur á þessum framhjáhöldurum. Og trust your gut. Já, trust your guts. Og, já, ángriðs. Passið ykkur. Förum inn í sumarið með jákvæðinni og gaman og ekkert svona framhjáhaldur shit. Og ef það er eitthvað gut feeling, get rid of him. Já, please. Já. Bara núna. The guts telling you. Já, af því að þú veist, sumarið bara betra á þess að vera með eitthvað kvíða, sko. Já, 100%. Og þú átt bara alltaf, þú veist, eiga allir betra skilli, sko. Heldur en að það sé farið á baku þau, sko. Facts. Hanna, já, ég myndi alveg segja að, þú veist, you can check the phone if the guts telling you to, sko. Ég er þar. Bara að því að enginn að fara að dæma þig ef að you were wrong og ef það er ekkert að finna, segir ekki sálu. Já. Nobody's gonna know. Er það ekki eitthvað? Jú, ekki. Ég held að. Þannig að we love you girls og svo bara, girls. Love you besties. Guys, we love you besties. En já, reglum með eitt, alltaf að segja. Saman þótt þetta sé eitthvað óþægilegt eitthvað. Tell them. Bye.